Gaman að hitta ykkur hérna í göngugötun á Akureyri bæði tvö. Hvað eru þið? Hvað eru þið að vilja upp á dekk? Við erum að skemmta okkur, við erum að ammala, við erum að fagna 50 ára ammali þess að það er 50 ár síðan að sjónvarpsútsendingar hófust á vegum Ríkisútvarpsins og það er nú heldur betur tilmið til þess að fagna og sjónvarpið er ekki bara í Reykjavík, RÚV þó að sömu finnst kannski nógum en við erum náttúrulega búin að vera allt land alveg frá því að útsendingar hófust og það sem við erum að gera, við erum að fara á 9 staði vítt og breitt um landið og svo rifja upp gamalt sjónvarpsefni tengt ákveðnum stöðum og landsvæðum. Það hlýtur að vera dálítið magnað að dusta rykið af efni á þessu tímabili. Hvernig og mikið, guð minn almáttugur, maður svitnar bara við tilhugsunina, hvernig er að grúska í þessu? Það er svo skemmtilegt, ótrúlegt og mér finnst alveg synd að við sem að sýna bara brot. Ég hefði viljað bara sýna og endursýna heilu þættina. Það er svo margt sem bara er til og bara þessi gullkista er svo hrikalega stór og það þyrfti bara nokkra starfsmenn bara í það starf að grafa þetta bara upp svona næstu árin og margt að því bara á svo sannarlega erindi við okkur í dag vegna sem við erum að sjá þarna kauptún og bæi og sveitir sem bara litu allt öðruvísi út og það hefur svo mikið breyst á 50 árum. Þetta er ótrúlega fróðlegt að fara svona í gegnum þetta. Og svo náttúrulega erum við að fylgja ábendingum áhorfenda að mestu. Mikilvægt og það er líka gaman að sjá bara hvernig sjónvarp hefur þróast og viðtalstækni og annað slíkt og þetta viðtal sem við erum í núna, það er ekki nærri eins og formlegt og viðtöl voru fyrir svona 50 árum, það er til dæmis þéringar eitt sem okkur er dótt í huga, þetta maður taka upp aftur. Hafið þér farið landið og hvað finnst yður það nánast að fólk bara byrst afsökunar að vera að spyrja. Og vera til. Já, og vera til, það er svo margt breyst. En það er sem líka var magnað þegar sjónvarpið byrjaði þá komst það því til dæmis í Öræfunum og víðar það sem að voru bara lélegar eða engar samgöngur á landi á sínum tíma að þegar sjónvarpið hóf göngu sína þá sáu þorri landsmanna kannski bara uppgötvaði til dæmis bara Öræfi og Höfn í Hornafirði og svo framvegis sem að menn vissu svona bara að vera til af afspurn. Þannig að þetta var bara nokkuð magnað þegar að sjónvarpið það opnaði svona bara svolítið nýjan heim fyrir mörgum. Og þetta er náttúrulega brjálaðar tæknibreytingar líka á þessum tíma, bara það sem að mann svo vel eftir að senda spólu í flugi. Nákvæmlega og svo líka bara þessar svarthvítu myndir. Mann finnst náttúrulega synd að þetta sé ekki í lit, það verið að sýna frá eldgosum og ofboðslega fallegum stöðum, það verið að sýna blómabeð og hér eru litrík blóm og þú sér bara svona svört og hvít. Þannig að það er líka alveg magnað einhvern veginn að skoða það. Og líka fróðlegt að ímynda sér, hvernig verður eftir 50 ár þegar fólk horfir á þetta viðtal og hugsar, guð, þarna er ekki eins og komið litasjónvarpið, getum ekki fundið ilmina í Guðrúnu. Nei, hvað verður það sem að verður? Breytt. Þetta er mjög góð spurning sko. Það verður fróðlegt að vita, það sem við erum að gera núna er bara örugglega mjög gamaldags. Eitt sem að ég ætla að hugsa að því við erum með þessa litlu stöðu hérna og það er að fæla efni eða skrá efni og geyma það og skýra það rétt til þess að geta einhvern veginn fundið það aftur og það hljómar eins og það sé brjálæðislega einfalt mál. Hvernig er þessum málum háttað hjá RÚV? Það náttúrulega mætti vera betra sjálfsögðu og svo náttúrulega lendum við því að efni sem við höfum áhuga á og höfum áhuga á að sýna, það náttúrulega bara ekki til lengur. Það var tekið yfir það á sínum tíma, segurbönd voru dýr og svo framvegis og svo er náttúrulega kannski eitthvað misfarist í skráning og annað slíkt en við njótum þess að við erum með bara einstaklega hæfileikaríkt starfsfólk og duglegt og ósérhlífið á safnadeild RÚV sem að er tilbúið að leggja ansi mikið á sig til þess að finna efnið þó að það sé jafnvel vitlaust skráð þannig að við bara tökum ofan af fyrir því fólki sem á nú ansi stóran part við bara látum ljós okkar skína en það er aðrir sem að vinna. Þetta er nefnilega svo mikilvægt og svo dýrt og tímafrekt ferli. Þið hljótið að sjá það þegar þið farið í þetta bara, er þetta eða vá gott að þetta sé ennþá? Já, nákvæmlega. Og svo höfum við fundið líka efni bara svona á enda, við höfum verið að grafa svona gamlar spólur og það er kannski ómerkt. Spólur, það hefur verið tekið yfir þar aftur eins og Gísli sagði, náttúrulega filman var svo dýr og síðan kannski finnst eitthvað svona bara einhver afgangur frá, sem sagt, bara einhverjum öðrum þætti. Þannig að það var líka svona gullkort fundist svona óvart. Við sem ekki væru til einu sinni, já. Mjög skemmtilegt. Þetta er æðislegt, þetta er náttúrulega bara eins og vera bara með stóran dótakassa. Þetta er ekkert öðruvísi. Nei, og svo er þetta gaman líka að sjá að gömlu fréttamennina, gömlu dagskrárgerðarmennina, sumir hverjir látnir og þetta er svona kannski óður til þeirra í leiðinni og þeirra góða starfs.
Já, svo er þetta líka bara svo þakklátt, sko, því að fólk sko, eins og þið þekkið náttúrulega sko, ekki síst sko, á landsbyggðinni, því að fólk kannski á höfuðborgarsvæðinu er betra vandað, það náttúrulega athygllin kannski meira þar en alla jafna, en það er bara svo þakklátt þegar að það er verið og líka ekki bara að vera að gera nýtt efni, líka að rifja upp þetta gamla, sko, því þetta er margar perlur þarna og við höfum fengið bara sterk viðbrögð frá fólki sem að sá kannski afa sinn þarna í sjónvarpinu eitthvað efni sem að ég vissi ekki að veri til. Yndislegt. En svona lokum, þetta fer í lofti hjá okkur á N4 í norðan á fimmtudaginn. Hvernig eru næstu þættir? Frá hvaða svæðum eru það að fara? Munið þetta? Þið eru náttúrulega komin hingað norður að vinna í þættir sem eru sýndir í lok ágúst á RÚV, þannig að þið vinnið aðeins fram í tímann. Já, við erum komin aðeins hérna fram á okkur. Næstu þættir, það er... Verslunarmannahelgin þá erum við á Ísafirði, svo er það Selfoss, Sauðárkrókur og Akureyri og það er rétt að taka það fram vegna þess að það er svona kannski aðeins svona eina sem að kannski hefur komið upp á eða ekki upp á, það er svona smá misskilningur að fólk hefur tekið hérna kannski nöfnin óbóstarlega. Akureyri í 50 ár, þá leyfum við okkur að fara til Siglufjarðar og svona aðeins svona ekki bara Akureyri sko. Það sé lent í því að fólk telur að vera svik við staðinn þegar við minnum á það útvarp Reykjavíkar sem betur vera ekki bara úr Reykjavík, þannig að maður geti ekki taka nafngistina sem neina tryggingu fyrir hvað við erum. Við vorum búin að panta sól, ég veit ekki hvað, en við hefum náttúrulega átt að koma í gær eins og fólk segir alltaf við okkur. Þetta er eini staðinn á landinu þar sem við ekki verið í sól. Það er víst alltaf gott viður á Akureyri. Hér var gott viður í gær. Takk fyrir spjallið og góða skemmtun.